Skipta skoðanir mínir einhvern mál. Mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt. Legðu þitt að mörgum til að gera beðið fyrir betri stað. Finnur Oddsson, fórstjóri Haga, velkomin í 24/7. Já, takk fyrir það, gaman að koma. Já, og ég ætla bara að demma mig beint í þetta og spyrja að botna þetta. Stjórnun er? Já. Stjórnun í mínum huga snýst að ná árangri með fólki og það er kannski pínlítið tíska að gera greinum á stjórnun og forystu eða stjórnundum og leiðtogum, en mér finnst það ekkit sérstaklega áhugaverður greinar munur að hann gengur svolítið út af það að upphefja leiðtogana og svona gera heldur minna en nefnist til úr stjórnundunum en fyrir mér skiptir engum máli hvað þetta er kallað, verkefni er alltaf það sama og það er að ná árangri í einhvern skilningi í svona gegnum eða fyrir tilstuðlan kollegamanns, samstarfsfólks og ég á svona eina uppáhalds tilvitnun í þessu, það er tilvitnun í sem er efnislega þessi tilvitnun Mary Parker Follett heitir hún, eða hét hún nú örugglega 100 ár síðan hún dó, en hún hefur kölluð svona móðir nútíma stjórnarátta eða stjórnunar og mér fannst hún komast vel á orði og mér finnst þetta bara besta skilgreining á stjórnun sem ég séð the art of getting things done through other people og það er í raun og veru summer þetta bara mjög vel upp fyrir mér og þetta þarf ekki að vera mikið flóknara við erum alltaf að vinna í hópum og ég hef verið lánsamur í gegnum minn tíma á vinnumarkaði að vinna með frábæru fólki og öflugu fólki og sem kann sitt fag og yfirleitt kann það miklu meir en ég og undir svoleiðis kringumstæðum þá er þetta svokallega stjórnunarstarf ekkert sérstaklega flókið. Þegar varum með gott fólk í kringu sig. Já, þetta er út af það gengur þetta. Og hvernig er það þá stílinn að gefa þeim svona rétt verkefni og rétta leiðarvísa og rétta þjálfun en að þau fá sjálfræði til þess að vinna sjálf? En hvernig er svona stílinn? Maður á náttúrulega aldrei að lýsa sjálfum sér vegna þess að yfirleitt það sem maður sér í spegli er yfirleitt eitthvað allt annað en aðri sjá en þú veist ef ég ætti að gera tilraun til þess þá er nokkur atriði sem mér finnst skipta máli. Fyrsta atriði er að við vitum akkur við erum til, akkur erum mæti vinnuna, þú veist hver er tilgangurinn með því sem við erum að gera og í mínu fyrra starfi þegar ég var að vinna hjá Origo þá var hægt að súmura það upp með einhverjum þeim hætti að við varum að hjálpa viðskiptavinum að gera það sem þeir gera betur með okkar þekking og upplýsingatækni, þannig að við erum að hjálpa einhverjum í einhver ákveðnu verkefni við nýtum upplýsingatækni til þess og núna kannski lætur nærri að tala að bæta lífsgæði landsmanna í gegnum framúrskarandi verslun og framúrskarandi verslun getur þýtt allt mögulegt. Hjá okkur getur nú þýtt hagkvæmni, úrval, gæði og svo framvegis. En mér finnst vera dálítið mikilvægt að við svona séum að það svolítið á hreinu hverju við erum til. Hver er svona grunntilgangurinn af hlutverki sem við erum að sinna. Og að því frágengnu þá finnst mér mjög mikilvægt að treysta samstarfsfólki fyrir verkunum og þegar maður vinnur með góðu fólki sem að við erum nú bara almennt sér heppin, ég menna það fólk er almennt bara ansi öflugt og gott og kann vel til verka en sérstaklega þegar maður vinnur með góðu fólki þá er þetta náttúrulega algjörlega krítískt að treysta fólki fyrir verkunum vegna þess að hluti af svona einhverjum innri velunum við að vinna vinnu er bara að fá að hafa eitthvað mann að segja og hafa áhrif og það verður ef við treystum samstarfsfólki okkar. Það finnst mér alveg mjög mikilvægt. Og svo kannski svona þriðja sem mér dettur í hug er að bara passa upp á að vera ekki fyrir. Bara vera ekki flöskuháls og bara jafnvel þó maður kynni öll verk eða störf í fyrirtæki eða á vinnustað betur en allir sem er í þeim störfum
þá myndi fyrirtæki alveg örugglega líða fyrir það ef maður reyndi að vinna þessi störf og þannig að bara leyfum fólki að gera það sem það kann og getur og gerir best og og stundum það bara ágætt, jafnvel þó maður hafi einhverja tiltekna skoðun á því að það ætti að vinna hlutunum með öðrum hætti og svo framvegis þá þá kannski bara ágætt að leyfa fólki að klára sig og spjara sig sjálft. Þannig að svona, ef ég ætti að summera upp eitthvað þrennt þá það kannski þetta að bara hafa tilganginn á hreinu, treysta kollegunum fyrir verkefnunum og passa sig á að vera ekki flöskuhálsinn í þessu. En svo finnst mér líka mjög mikilvægt að ég vil vinna með fólki. Það vinnur enginn fyrir einn en einn, við erum alls saman í einhverju tilteknu verkefni og það verkefni getur verið bara að koma vörum með hagkvæmum hætti inn í hillur fyrir framan neytendur og útvega hagkvæma matvöru og það svona sumar kannski einhver leiti upp verkefni sem við erum í núna. En í þeirri keðju að ná þessu fram, þá eru bara öll verk mikilvæg og hljóma kannski örlítið klísukend en svona þetta bara. Algjörlega. Áhugavert líka mun með tilganginn sem það bæði bindur okkur saman sem fólk og líka ákveðin drifkraftur fyrir okkur og að mér finnst flestöld fyrirtæki vita hvað þau gera og hvernig þau gera það en það ofta ekkert sýnilegt af hverju þau eru að gera hlutina. Nei. Eða tilgangurinn hann oft vantar að hann sé skýr. Já, stundum hefur okkur tekist að kristalla kannski einhver tilgang ef okkur tekst að gera það sem náttúrulega æskilegt að við vitum af hverju viðkomandi einingar til þá eitt að vita og annað að koma því almennilega á framfæri vegna þess að það ef hlutverkið skýrt þá getur það þarf ekkert að vera skýrt fyrir alla og við erum stundum ekkert sérstaklega góð í að koma hlutum á framfæri þannig að það sé skilmerkilega gert og stundum telju jafnvel að við höfum sagt eitthvað ákveðið en svo bara skilur einhver annað með einhverjum allt öðrum hætti. Þannig að oft það þannig að það bara vera að hamra á sömu hlutunum aftur og aftur og aftur og aftur og hlutverk eða tilgangur eitthvað svona sem á ekki að vera að breytast mjög oft þannig að maður hefur alveg tíma fyrir sér og það svona sýnir sig að þar sem að þetta tekst vel þar gengur yfirleitt heldur betur vegna þess að þá ertu líka svolítið að þá getur treyst í svolítið að ef ég veit hvert hlutverk fyrirtækisins þá segir það helling hvað það sem að ég á að vera forgangsraði í minni vinnu það hraði, það gæði þjónustunar eða hvað það? Þannig að því margir sem okkur tekst að svona communicate þetta svo í sletti nú þá það vegferð til góðs. Nú fórst í doktorsnám í sálfræði í Vestur-Virginia, ekki? Jú. Það varst í atferlis sálfræði, það svona fókusinn þar. Já. Síðan ferðu og tekur þátt í að þróa MBA-prógrami hjá HR, ekki? Jú, ég klára Vestlóðin í gamla daga fyrir svo ég vissi ekki hvað ég ætla að vera eftir það og vann í fór að vinna í ár eitthvað þannig á milli og ákvaða að ég myndi fara í þá myndi ég fara í hagfræði í háskólanum en svo þegar ég fór í strætó og leiðinni þannig á Kringlumjölubrautina og var að horfa yfir í Vestlóða þá fór ég að hugsa að mér fannst hagfræðin ekkert svo skemmtileg. Það var geggjað skemmtilegu kúrs þannig í sálfræði sem að Þorlákur Karlsson, vinur minn, kendi. Og þannig ég skipti bara skoðan og leiði nýrtir og fór í sálfræði í staðinn fyrir hagfræði. Kláraði þess að BA í sálfræði og þetta þá 94 eða eitthvað svoleiðis. Var hann heldur gamall. Og eftir það vissi ég heldur ekki hvað ég ætlaði að vera og var satt best segja orðin pínlítið afhuga svona lunganum af sálfræði og vann þá í 2 ár hjá fyrirtæki sem hét Skipað til sambandsins og breytti á þeim tíma nafn og heitir núna Samskip og svona komst það niðurstöðu að mér langaði að vita eitthvað meira stjórnun eða bara svona
stýring á fólki, ég fekk nefnilega það hlutverk að vera stjórnandi og vitandi ekkert hvað ég eiginlega átti bræðs að taka. Eina ástæðan kannski var svo að ég held ég við kunna betur á tölvu heldur en einhver næsti maður, en ég get unnið á lyklaborði þess vegna lendi maður í svona stjórnunartengdu verkefni en ég sá bara að ég hafði ekki erindi í þetta og hvað fara það út og læra eins meira og atferlisfræðin er svo svona eina af praktískustu öngum í sálfræðinni að mínu viti. Það er að hafa alla skoðanir á því og það hefur sýnt að með svona aðferðum og tækni atferlisfræðinar þá hefur náðst feikilega góður árangur í því verkefni sálfræðinar, verkefni vísindara er að spá fyrir og stýra því viðfangsefni sem að vísindin fást við og sálfræðin eða atferlisfræðin fást við atferli og svona aðferðunar og verkfræðin sem kom út úr atferlisfræði hafa bara nýst geysilega vel að nánast öllum sviðum mannlífs, hvort sem það í klíniskum aðstæðum við þá sem eigum sárt að binda andlega, yfir í skólamál, yfir í vinnustæðin, þess að hún hefur svona notagildi meirum en allstaðar þessi aðferðafræði og þannig að mér langaði að stúdera hana bara aðeins meira og það var það sem ég gerði í einhver 4 ár. Tók sérst masterdoktor í atferlisfræði á þessum áhugaverða stað Vestur-Virginíu, Morgantown Vestur-Virginíu. Og hvað varstu þá með alltaf í huga að fara að hagnýta það inn á vinnumarkaðin eða sem stjórnandi? Þú fékkst einhvern áhuga á því? Já, eitt af því sem ég hef aldrei gert sérstaklega mikið er að plana hvað ég ætla að gera. Ég það ger svona pínlítið á sjálfu sér og mér finnst það bara fínt. Þannig að ég var kannski ekkert búin að hugsa það til enda en ég sá það samt mjög fljótt í náminu að ég hefði ekki áhuga á að fara inn í klíniskar aðstæður, ég hefði ekki áhuga á að fara að vinna með í dýrarannsóknum eða í klínik en svona megnið af mínu rannsóknum tengdist grunnrannsóknir í námi, ekki hvernig fólk tilengar sér ákveðin skilsett og hegðun, ef við getum orðað það þannig og þannig að það hefur svona skýrt notagildi inn í akademiskum aðstæðum og svo inn á vinnustöðum, þannig að það lág svona fljótlega svona upp úr eftir 1-2 ár þá vissi ég svona að ég væri að sigta þangað að fara frekar í svona hagnýtingu á því sem ég var að læra inn í á öðrum hvorum þessum vettvangi, ég getum orðað þannig, inn í akademiskum aðstæðum eða inn í atvinnulífinu og svo svona leiðir eitt að öðru eftir að ég kláraði námið þá fór ég að vinna hjá skemmtilegu fyrirtæki sem heitir Aubrey Daniels International sem í rauninni Aubrey Daniels var frumkvöld í að taka aðferðir atferlisfræðinnar og nýta þær á vinnustöðum og eftir hann liggja margar bara skemmtilegar bækur og þetta ráðgjöf fyrirtæki, ég held að hann sé örugglega nýraður kallinn og hann ennþá að vinna í þessu en við vorum að vinna þar í svona 1-2 ár eftir nám, byggum það í Atlanta og þar svona fekk ég áhugan á í einhverjum skilningi atvinnulífinu bara og hvað verið hægt að gera með atferlisfræði þar. Það er ekki endilega þar með sagt að það sem ég verið að gera núna undanfarin ár sé endilega bein svona nýting á þeirri aðferðafræði en hún nýtist mér örugglega samt eitthvað. Klálega, þú talaður skilsett á hann eða hæfni. Já. Hvað myndur þú segja fyrir bara fólk sem á vinnumarkaði, hvort sem eru bara starfsfólk eða stjórnendur eða bara allt starfsfólk, hvaða eiginleika er gott fyrir þau að þróa eða hafa í huga upp á að takast á í áskorunar á framtíðar vinnumarkaði? Sko, þetta er bara áhugaverð spurning og hægt að nálgast hann á alla mögulega vegu en það er áhugavert að sjá kannski hvernig í rauninni
að einhver leyti vinnumarkaðurinn smá saman að breytast og verkefni sem við erum að vinna að breytast. Tæknin hefur í raun og veru hefur alltaf haft sama hlutverki. Hún er að taka af okkur í góðum skilningi, hún er að losa okkur við verkefni sem eru annarkvort erfið eða endurtekningasum. Og eftir því sem tæknin fleygir fram, þá eru fleiri verkefni sem eru þessi endurtekningasum verkefni sem að mannshöndin þarf ekki að vinna. Eða mannshugurinn, því að endurtekningasamt verkefni getur bara verið að fara í gegnum einhverja formúlur eða útreikninga oft versus að þetta getur verið allt frá því að móka skurðum yfir í að reikna eitthvað. En þessi endurtekningasum verkefni eru eitthvað sem að vélar og tækni eru svolítið að losa okkur við, og í flestum tilvikum myndi ég segja að það væri bara mjög gott, vegna þess að verkefnin sem að verða til í staðin eru bara áhugaverðari. En til þess þá að sinna þeim verkefnum sem verða til í staðin, þá eru þessi svona mjúku skilsett mikilvægari. Það er að segja getan til að hugsa gagnrýnið og röklega hugmyndaflug, félagsleg færni. Ég held að svona góður almennur skilningur á hvað stafræn tækni getur hjálpað okkur með, skilningur á stafræn tækni og þýðingum. Ég er ekki endilega að segja að allir þurfa að vera forritarar, en bara að hafa svona skynbragð hvað stafrænar aðferðir geta hjálpað okkur að gera. Hvað geta tölvur hjálpað okkur að gera. Og náttúrulega, við erum að sjá í rauninni tæknin að feta sig inn á svið sem að hefur ekkert verið fýsilegt að hefur bara ekki verið fær vegur. Við sjáum núna á síðustu árum þegar gagnavinnslurhraði, hann er hraði í vinnslur og aukast um mikið. Það þýðir það að við getum útluta verkefnum til véla sem að þurftu dómgreind og mat, mannlega dómgreind til að vinna fyrir bara örfáum árum síðan. Og það er kannski svona nærtækasta dæmi eru sjálfkerrandi bílar, eða eitt af nærtækum dæmi, það er fullt af þeim. Ég meina, það er ekki mörg ár síðan þetta var nánast útópisk hugmynd, en núna er í rauninni rauntíma hraði á vinnslu þannig að bílarnir geta dregið að sér upplýsingar umferðarskilti, vegfarendur, aðstæður á vegi og svo framvegis, og í raun og veru fundið út í hraðar heldur en maður getur fundið út í hvað þeir eru að gera næst. Þannig að í slíku umhverfi þar sem að vélar geta í auknum mæli gert það sem að við höfum þurft fólk til að gera, þá er það bara þessir svona einstöku mannlegu eiginleikar sem að tölvur eru ekki búin að ná að standa jafnfætis, sem er kannski svona flóknari verkefni, hugmyndaflug og nýsköpun. Það er alveg ótrúlega mikilvægt skilsett og getan til þess að vera, eða svona að fólk sé tilbúið að gera hlutina öðruvísi í dag heldur en í gær. Það verður alltaf mikilvægari eiginleiki. Það verður mikilvægari eiginleiki. Það er alltaf uppfæra þessu endurfæra og aðlaga. Já. En heldur mun tölvan einhvern tíma ná þessum mjög skilsettum? Örugglega. Já. Örugglega. Ekkert við sem að ég eða þú sjáum það, sko. Nei. Sem er líka að þú sjáum það. Já. En það er náttúrulega bara allt í magnar framfærir í gervigreind sem að við erum að sjá svona einhverja veldisvöxt í möguleikum upplýsingatækninnar. En ég er veltaði fyrir mig þessu ungt fólk sem er ákveða þegar þú talar aðan, þú valdir innan gæsalappa eitthvað, eða þú veist, eitthvað sem múst ekki að hugsa alltaf allt til enda. Já. En það er ekki einmitt sem fólk þar svolítið að hafa í huga núna, ungt fólk, af því að umhverfið er að breyta svo hratt og þessi hugmyndum að þú mentið ykkur einu og verður eitthvað eitt er væntanlega ekki að fara að vera lengur. Já og nei. Sko, þegar við lærum eitthvað, þegar við förum í nám, þá lærum við alltaf meir en
viðfangsefni námsins. Þannig að ég þeirra skoðunar að nám bara í eðli sínu hjálplegt. Og það getur vel verið að einhverja tæknilegar tæknileg færni sem þú tilengaðir í námi, hún úreldist mögulega á einhverjum þínum tíma á vinnumarkaði, en ef að með náminu þú ert að efla þig félagslega, þú ert að efla þig bara svona sem einhver sem tilbúin að hugsa aðeins aftur í klísjónum út fyrir kassan eða þannig þú getur leyst vandamál, þú getur hugsa krítískt og þá situr það með þér. Þannig að á einhvern veginn myndi ég segja nei, bara farðu og lærið eitthvað og það sá það enginn í sjálfu sig fyrir að ég sá það ekkert fyrir að ég myndi enda í atvinnulífinu í stjórnunarverkefnum þegar ég var að læra sálfræðina, þó svo að það var kannski kvartlaði að mér en lærum bara eitthvað og það mun nýtast okkur. Ok, að því sögðu þá ég frekar svag fyrir svona, ég horfði svolítið á félagsvísindi og svo horfði ég svolítið á tæknigreinar, raungreinar hvort allt frá bara eðlisfræði og starffræði yfir í hugbúnaðargerð eða verkfræði eitthvað slíkt. Ég held að þetta sé alveg ótrúlega dýrmætt hvort tvekja dýrmætt svið, mjög dýrmætt svið og sagt af fullri virðingu allt annað sem er augljóslega mjög mikilvægt. Já, algjörlega, maður tengið það í skóla eins og þegar maður ekki það, maður hefði líka verið að vita á sín tíma svo sem, en mér finnst það bara mestulega kenna mann að hugsa og að leysa áskorunum, eða þú hugsa ekki nema að skrifa, og þú ekki eitthvað verkefni og þá ertu áttað á einhverju og fara að því með ákveðnum bara heimildum og ákveðin nálgun og setja það upp ákveðin máta og leysa verkefni. Mér finnst það bara sem kendum við mest, það kendum við bara ákveði verkla og kendum við bara að hugsa. Segð mér ansið kröftugt, því að þú kannt að hugsa, tala, skrifa, lesa, þá ertu komið blöndur sem ætti að nýtast þér í hvað starf sem er, sko. Já, og ég held að sé að það er alveg rétt hjá þér, sko, það að koma frá sér upplýsingum, það að geta meðtekið upplýsingar, greina og koma frá sér upplýsingum er alveg, það er bara krítískt og það lærir nánast og lærir það í flestu námi. Algjörlega. Heyri, mér langar til að trufla ykkur aðeins til að þakka styrktaralunum podcastins, Kristall. Það er bara ekkert betra en að fá sér Kristall. Ég mæli með þessum græna í dós og þessum dökkgræna í plasti og þetta er svona gos hollafólksins og það sést hverju drekka Kristall. Að lokum, þá vil ég þakka Zuma kærlega fyrir. Þetta er svona fyrsti staður sem kemur upp í huga minn þegar mér langar að fara eitthvað og fagna og eiga í einstakri upplifun og borða leið hollan og góða mat. Þannig ég mæli með því að fara á Sumac ef þið viljið fagna einhverju tilefni. En annars vil ég bara leið og ég þakka þessum styrktaralunum og þessum styrktaralunum sem ég nefndi í byrjun og koma fram á milli í YouTube-vídeónum, að þá vil ég þakka ykkur kærlega fyrir að gefa ykkur tíma til að horfa, af því að ég er mjög þakkláttur fyrir það að þið sé að verja ykkar tíma í að horfa og hlusta á 24/7 og án ykkar þá væri ég ekki hér og fengi ekki tækifæri til að gera þetta áfram, þannig að bara takk kærlega fyrir og vonandi að þið njóti vel. Hvaða bók hefur haft mest áhrif á þig og hvað lærðir af henni? Sko, ég er ekkert mjög duglegur að lesa og eiginlega synd að segja frá því. Ég hef ekki verið mjög duglegur að lesa svona frá því að ég hætti að þurfa að lesa bækur í námi, en svona í seinni tíð þá hef ég hlustað mikið á bækur og það sem ég geri yfirleitt er ég skipti á milli þess að hlusta á eitthvað sem reynir lítið á kollinn. Það er gott þegar maður er að hlaupa að bara að
allt í lagi þó maður sóna út í nokkra mínútur þá heldur maður alveg þræði og svo yfir í eitthvað sem að kannski maður lærir eitthvað af og ein af svona áhugaverðari bókum sem ég lesið bók sem heitir The Power of Habit eftir Charles Duhigg sem að svona í grófum dráttum þetta er ekki mjög snúið fyrir einhvern sem atferlisfræði bakgrunna að samþykja en að svona velgengni gengur svolítið út á hvernig venjur eða það tala habits, ég veit ekki hvort að venjur eru best þýðingin á því en við skulum nálgast það þannig hvernig venjur þú tilengar þér og hvernig svona það að tilenga sér ákveðna svona lykilvenjur, sterkar venjur sem eru sem að hjálpa þér geta smita svolítið út frá þér og þetta á við í þetta á við ábærslega víðum grunni og getur hugsað þetta út frá bara svona persónulegri þróun og bara allt frá líkamsrækt yfir í hvernig þú vilt þróa þig þitt færnisett á vinnumarkaði þú getur líka hugsað þetta út frá bara rekstri fyrirtæki og velgengni fyrirtækja og hann sagði mér skemmtilega frá því að hvernig svona þú getur í raun og veru svona stýrt fyrirtækjum eða rallja fyrirtækjum í kringum einhverja tiltekna venjur sem svo smita út frá sér og sagan sem að svona ég var að lesa bók það leiti sem ég var að byrja í Nýherja sem hét þá og mikið að velta fyrir mér ok, hvert er verkefnið okkar og en hann sagði frá sér að sögu fórstjóra Alcoa ég held að tekið við Alcoa árið 1987 Paul O'Neill og kom svona kannski var ekki típiskur fórstjóri stórfyrirtæki sem Alcoa náttúrulega svona amerískt íkon á þessum tíma og kannski það enn þó að eitthvað hefur breyst eitt af svona stærstu fyrirtækjum í heimi og hann sem sagt kynnti það á fyrsta fundum í fjárfestum eftir hann tók við hann ætlaði að gera Alcoa öruggasta fyrirtæki í heimi hann ætlaði að stefna því að það yrði engin slys á starfsfólki og það væri missjónið í fyrirtækinu og við þetta þá löpuðu nú einhverjur út og seldu bara en sem sagt á næstu 13 árum þegar hann var við stjórnvölinn þá held ég að svona 30 faldast það fór úr einhverjum 3 miljónum bandaríkjadala í 30 miljónum bandaríkjadala 10 faldast í verði og í rauninni var gullöld fyrirtækis og röksemdafærslan sem hann var með ef þú getur búið til kultúr í kringum svona excellence kultúr fyrirgefsleitnar aftur í kringum eitthvað ákveði sem að allir eru sammála þá smitar hann út frá sér þá smitar þessi kultúr yfir í allt annað sem að skiptir máli á fyrirtækinu og það náttúrulega fátt sem að mikilvægra sérstaklega kannski í svona starfsemi sem í eðlisinu hættuleg að fátt sem mikilvægra heldur bara líf og heilsa fólks og myndi ég segja alltaf bara almennt mikilvæg og þannig að ef við getum svona fyllt öllu fyrirtækin í kringum það að bara ná frábærum árangri þegar kemur öryggismálum þá smitar það yfir í þjónustuna, þá smitar það yfir í geðarna, þá smitar það yfir í allt annað og mér fannst þetta að vera svona ég er nú ekki sérstaklega hrifnæmur fæ ekki oft svona hugljómanir eitthvað en þarna var ég svona alveg nálægt í ok, hvað getum við fyllt hverju getum við fyllt okkar fólkjum og þá við unnum mjög mikið í kringum þjónustu og að veita bara framúrskarandi þjónustu við viðskiptavinni og svo bara smitar það út frá sér þannig að ég er ekki að segja að okkar hafi tekist neitt vel líka til og hjá Alcoa það gekk reyndar bara vel hjá okkur en mér fannst þetta frábær bók og þó hún sé örugglega orðin 10-15 ára gömul þá á hún alveg þess verið að lesa hana Algjörlega, hún er mjög góð og það kom einn sambæli sem heitir Atomic Habits daginn, hefur þú heyrt hana? Já, ég hef heyrt hana, ég hef ekki lesað. Hún er mjög sambæli, hún tekur aðeins meira leik inn í þegar kannski Power of Habit er svona
hegðun eiginlega alveg bara, Já. skilur við, hann tekur líka inn í Meira andlega. tilfinningar Já. og viðþorf Já. og lífsýn og eitthvað svona. Já, En hún er mjög einföld og góð fyrir svona persónulega seljes. En já, hún er mjög áhugaverð. Þetta er að tala um að það er einhver lykilvenja sem hindrar staðirunni Öllum keðjuverkum. Já. Já. Mjög áhugaverð. Eins og þegar við hreyfum okkur persónulega, allt innum frá borðahóllar, svofum betur, tengslinn okkar eru betri. Þetta hangir allt saman. Ég man bara hvað mér fannst merkilegt að það var nú sennilega, það var eftir ég las þessa bók, þá kom ég alveg á Reyðarfirði og þar, það sem hún tekur fyrst eftir þar er að allir bílarnir á bílaplaninu, þeim er öllum bakkað inn í staði. Og það er bara vegna þess að ef þú bakkar bíl inn í staði þá eru ef þú keyrir beint út úr staði með nefið á undan þér, þá eru minni líkur og valdir einhvern skaða eða lendir í slysi heldur en ef þú bakkar út úr staði. Þannig að öllum, hver einn og einasti bíl á bílastæðinu starfsmanna hjá Alcoa þegar ég kom þangað þetta hefur örugglega verið 2014 eða eitthvað svoleiðis. Öllum bakkaði í staði. Það er magnað. Þar sérðu þá venju. Já. Hún bara kristallaðist og hríslaðist í gegnum allt fyrirtækið. Og þetta er hvað? Þetta byrjar 1987 og þannig erum við, ég hef verið að rölda þannig inn á Reyðarfirði 30 ára seinna. Það er mjög áhugavert. Hvað helstu einu sinni að væri satt sem úrstu öðru máli í dag? Er eitthvað sem þú þurfti að aflæra? Þetta er svo heimspekilega spurningar. Þegar maður fer í gegnum atferlisfræði nám, þá svona rannsóknar nám og akademía verður stundum svolítið svona, hún svona verður pínu þröng sín og í náminu þá svona, þú veist, það er svolítið hamraði, það eina sem skiptir máli er bara hegðun og þú veist, það eru ytri aðstæður og það er valda hegðun, það er, þú veist, við gerum eitthvað og það kemur eitthvað fyrir okkur og það skiptir ekki máli hvað við hugsaum, hvernig okkur líður og svo framvegis, þú veist, það er bara hegðunin sem telur og þetta er kannski ágætt út frá svona skýringarlíkunum og nálgun á eitthvað rannsóknarstarf en það er alveg ljóst að andlega hliðin skiptir mjög miklu máli og ég held að ég hef svona lært að meta það meira og meira með árunum að andleg líðan hún getur svo sem verið falla af einhverju ytra umhverju og hegðun en hún skiptir bara alveg greiðlega miklu máli og ég hef svona lagt meira vægi á það í seinni tíð. Þannig að rauninni lítur ekki einungis á hegðun og ytri ástæður heldur líka tilfinningar, hugsanir, lífelsfræði jafnvel. Já, einhverjum skilningi auðvitað höfum við bara óbúslega takmarkaðan aðgang að þessu og ef þú vilt vera ef þú vilt svona vera í hártogunum þá myndur þú alltaf segja að eina leiðin fyrir mig að vita hvernig þið líður er ef þú segir mér það og ef þú segir mér það þá er það hegðun sko. Þannig að við getum farið þangað en þú veist, ef við sleppum hártogunum þá auðvitað skiptir alveg gríðarlega miklu máli hvernig fólki líður og ef við tölum vinnustæði, þú getur búið til vinnustæði þar sem þú veit með hvata fyrir sömu vinnubróðunum og það geta verið mismunandi uppsettir, það geta verið svona gróundráttum uppsettir þannig að fólk hefur áhuga að vinna vinnuna vegna þess að það er að sækjast eftir einhverju sem það tilur eftirsóknarvert en þú getur líka verið með hlutinu uppsetta þannig að fólk vinnur vinnuna vegna þess að það er að forðast eitthvað sem því líkar illa og þó svo að nett og niðurstaðan geti verið með svo til skemmri tíma svo sama þar sem fólk vinnur vinnuna í einhverjum svipuðum hætti þá til lengri tíma verður hún aldrei svo sama vegna þess að fólki líður mjög mismunandi á þessum tveimur vinnustöðum þar að segja það eru hvatinn sem felst í því að sækja eitthvað sem að þú hefur áhuga á versus að forðast eitthvað sem að þú hefur ekki áhuga á er alveg gríðarlega ólíkur en þarna erum við komin út í svona mun á einhverjum styrkingarsniðum í atvinnusfræði, í ákvarðan einhverju styrking og svo framvegis en þetta er bara sýnir hvað að
í fyrsta lagi atvinnsræðin virkar en í öðru lagi að það hérna á endanum skiptir líðan mjög miklu máli og hefur áhrif á hérna viðlóðun í starfi hérna fjarvistir og svo framvegis. Er ekki farin að vera meiri, en það var kannski eitthvað svona sem átti að bara, fókusin var aukalega á þetta svona á fyrri árum kannski, er ekki komið meiri fókus á þennan þátt að fólki líði vel þá í vinnunni, ekki að sé skilurðu einhver auka afurð að vinnunni sjálfri? Jú, ég bara það, ég held að heyri nú til undantekninga hérna að fyrirtækjum sé ekki raunverulega umhugað hérna fólki sem að lætur hlutina gerast og hérna ekki bara væri það sko ótrúlega ópraktist að hafa ekki áhuga á því, heldur væri það bara líka ramt út frá svo mörgum öðrum sjónarmiðum. Þannig að hérna, ég meina það er engin tilviljun að fyrirtæki leita í auknum mæli eftir upplýsingum líðan starfsfólks og að þróa aðferði við að ná í slíkar upplýsingar til þess að geta brugðist við, til þess að geta svona pinpointa vandamál þegar þau koma upp og laga þau sem allra fyrst. Því á endanum þá hérna, það eru nokkrir hagsmunaaðilar hérna í öllum atvinnurekstri og hérna og þeir eru ekkit endilega í mikilvægisröð, þeir eru náttúrulega viðskiptavinir, þeir eru starfsfólk og þeir eru eigendur og við þurfum að haga rekstri fyrirtækjastofnunum, við þurfum bara að haga rekstri almennt séð þannig að við séum að uppfylla væntingar og þarfir allra þessara hópa og hérna, en það eru mismunandi. Það er tómt mál að tala það til lengri tíma svona með örugglega einhverjum undantekningum sem eru óyndislegar, en það er tómt mál að tala það til lengri tíma að búa til góð fyrirtæki á þess að fólk sé ánægt í vinnunni og leggja sér allt fram. Það bara, þú veist, það bara rýmar ekki saman. Algjörlega. En með hérna, núna er vinnumenningin orðin svona aðeins, hvernig get ég orðað þetta, með styttingu vinnuvíkunar og svona. Já. Að hérna, við erum að færast svolítið í þá átt og þessi minna kannski það, þessi menninga sem er verið að hámarka framleiðni einstaklingsins út bara frá hagsmuni fyrirtækisins. Já. Við erum að balansera bara hagsmuni þessara þriggja hópa og það eru til aðstæður þar sem að þú gætir fært rök fyrir því að stytta vinnuviku gæti að vel hérna búið til aðstæður þar sem að fólk nær að búa meira til í einhverju skilningi. Svo eru náttúrulega til aðstæður þar sem að þetta á ekki við og það er kannski í tengslum við störf sem krefjast bara viðveru, þú ert bara að vera þarna og þú styttir vinnuguna, þá ertu minna þarna, þannig að þá erum við bara að tala um tilfærslu á hérna, já, í þessu tilviki er verið að vigta bara hérna svona forgangsröðun aðeins öðruvísi og hérna það er náttúrulega misjafnt eins mörg og fyrirtækin eru, þú veist, hvað er skynsamlegt í því, en hérna við erum náttúrulega alltaf, þú veist, það má segja að lífið sé þrískipt hjá okkur, þú veist, við sofum 1/3 af hérna hverjum sólhring, við erum í vinnunni cirka 1/3 og við erum hérna heima hjá okkur eða í prívat erindagjörðum einhvern 1/3 og það að sé vera að hnika eitthvað til, að vera stundum höggva á svefnin og hérna leikum okkur meira eða vinnum meira og stundum hérna vera að færa til á milli persónulega vakandi tímans og vinnandi tímans, en í grófum dráttum þá erum við að tala um svona einhverju þrískiptingu og hérna heldur nú að bara gefist ágætlega. Það er mjög hollt og gott að vera í vinnunni, það gefur hérna vel flestu fólki mjög mikið og hérna það er líka eins gott, við erum að verja helmingnum af okkar vakandi tíma í vinnunni, það er bara eins gott að sé þokkalega skemmtilegt og hérna og ánægilegt hérna, þannig að já, þetta er hérna en þessi þróun sýnir það að við erum að meta persónlega vakandi tíman
ekkert síður minna núna heldur við gerðum frekar meira. Alveg eins og góða punkti með maður, flestu kynna sig sem bara ég heiti þetta og ég geri þetta. Þú veist að bara identity er bara fyrsta sem að tengi við bara vinna. Og ég meina, og eins og segir, þetta er 1/3 og 1/3 eru sofandi. Þú veist, ég meina hvað þetta er stór hluti í líf fólk, sko. Og svo er það náttúrulega bara þannig að þó svo við kynnum okkur svona, þá myndi ég segja fyrir flesta er heilsa og fjölskylda mikilvægara heldur en vinnan. Og og ég enda þeirra skoðunar að ef að heilsan og fjölskyldan er ekki í lagi, þá er ekkert í lagi í vinnunni. Þannig að þetta verður bara að vera í einhverjum hæfilegum balans og svo finnur fólk bara sjálft hver balansin er og stundum erum við bara off-balance, maður er oft verið það og allt og sjaldan er maður kannski að sinna því sem er mikilvægast fyrir manni nægilega en kannski bara á meðan tókstrit er ekki of mikil er bara allt í lagi, það er holdt að vera með smá tókstrit. Já, lífið segja þess að flæða. Já. Hvaða ráð hefur þú fengið varðið þínar sérfræðikunnáttu sem það magna og vill deila þið með okkur en það ömurlegt að þú eru að vara okkur við því? Þegar ég velti þessu spurningu fyrir mér þá var ég eiginlega, þá lendi ég í smá vesinni vegna þess að ég man ekkert eftir mörgum ráðum sérfræðikunnáttu sem ég hef fengið. En þó einu sem ég man eftir sem að það var þegar ég var að vinna í ráðgjöfun í gamla dagi eftir nám í Atlanta þá var ég að vinna með fullandi manni sem að hét Dwight Harsparger hann er heitinn og þannig var ég nýbúinn í skóla og svona að fóta mig sem sérfræðingur á einhverju sviði og kannski var búinn að koma upp einhverjum plagsíða sem að ég hef alveg séð hjá fleirum er að þegar ég skilaði einhver að mér þá byrjaði ég á að afsaka vinnuna og einhver tíman nokkrum vikum eftir ég byrjaði þá blöskraði Dwight, tók mig af sér og bara skammaði mig almennilega fyrir það að vera alltaf að afsaka mig vera alltaf að afsaka vinnuna mína og hann sagði bara, heyrðu, þú ert bara sérfræðingur í því sem þú ert að gera hafðu trú á því sem að þú ert að gera og þá hafa aðri trú á því og ég hef alveg ég hef alveg gert þetta sjálfur þetta var bara frábær ábending sérstaklega fyrir fólk sem er kannski svona að byrja eða er óöruggt með sig að við erum yfirleitt kannski bara betri í því sem að við erum að gera heldur en við teljum höfum við stúst í trú á því algjörlega, og við kannski svona venjust líka sem við gerum já. Það áttu okkur ekki á því og heldum að sé venjult fyrir öllum sko. Já, nákvæmlega og það er yfirleitt þannig að ef þú velur þér viðfangsefnið þá ert þú meiri sérfræðingur heldur en einhver random á götunni í því viðfangsefni þannig að þú hefur forskotið Ég heyri líka einhvers staðar sko að það var einhvern tímann að því minna sem þú vissir því öruggari varstu með þig sko. Og því sko meira sem þú vissir og því óöruggari byrjar að vera Við sáum þetta held ég, við erum búin að sjá þetta nokkur sinnum í umræðum COVID og bólusetningar og svo framvegis að það virðist vera að það er óbúrslega mikið af sérfræðingum sem að gefa sig út fyrir að vera sérfræðingar sem að hafa kannski ekki alveg sérstaklega góða forsendu til þess að vera sérfræðingar ég man ekki hvað þessi kurva er kölluð en það rifjast upp en já, ég held að COVID hafi verið frábært sýnidæmi nákvæmlega þetta og það er náttúrulega þannig að eftir því sem þú sér þetta náttúrulega í rannsóknarnámi og svoleiðis, eftir því sem þú kynnist einhverjum hlut meira þeim mun betur áttarið á hvað þú kannski veist lítið hann Ég held að minnir að ég hef lært þetta heitir Dunning-Kruger effekt Já, það getur verið, já, stemmer Það er mjög áhugavert pæling já, það er alveg klárlega sem að eitthvað sem maður þurfti að eiga við sko Þessi er alltaf krefandi ímyndað er að vera ekki hægt að dæma þig og gæti svo frá einni skoðun sem gæti verið túlkuð sem óvinsæl öðrum hver væri svo óvinsæla skoðun Þetta er náttúrulega svona þetta er eldfimasta spurning sem hægt er að hugsa sér sko Já
en og kannski er þetta bara lélegt svar, en ég held að svona alla jafna þá erum við oft of fljót að dæma og við dæmum of hart og þessi dómharka hefur svona einhvern veginn tilhneigingu til að spanast upp í umhverfi samfélagsmiðla og oft svona frekar einhliða upplýsingamiðlunar og mér fannst eiginlega bara að áramótaskaupið súmmeraði þetta alveg frábærlega upp. Við erum alveg súper umburðarlynd við fólk sem við sögum skoðun og við en kannski ekkit alveg jafn þegar skoðanirnar eru aðrar og þetta skapar oft svona skrýtnar aðstæður og ekkit sérstaklega notalegar eftirsóknarverðar því að ef þetta eru viðbrögð sem að verða of sterk hjá okkur þá fælir það fullt af góðu fólki frá því að taka þátt í umræðu sem myndi gagnast að því að tæki þátt í henni að þú veist, ef við bara erum of snögg að dæma þá akkur á ég að vera að taka þátt í umræðu það sem að bara fær pirringin svona umbúðalaust yfir sig. Sem samt svo mikilvægt að fólk taki slægin í að taka þátt í einhverju umræðu af því að þá myndast umræða og þá komast yfirleitt betri lausnir eða maður fyrir meiri breytur inn í myndina sko. Það er fullt af fólk sem veigra sig við að taka þátt í umræðu út af held ég ég veit ekki hvort, ég veit í sjálfu sér það er svo erfitt að þegar maður bara hluta af einhverjum, maður horfir á þetta bara innanfrá, ég veit ekki hvort hefur breyst mikið eða hvort samfélagsmiðlar hafi haft verulega áhrif á þetta, það er mín tilfinning að svo sé, það er svo auðvelt að koma sem sagt, fólk er einhvern veginn svo fólk er dómharðara á samfélagsmiðlum heldur en í venjulegu samtali til dæmis við sjáum það alveg svona virkum í athugasendum og svo leiðis maður bara horfir á athugasendur frá fólki sem að þekki vel og maður bara, þú veist skilur ekki hvaðan það er að koma þannig að en já, ég held að þetta væri eitthvað sem við getum aðeins hort í einn barm með sko. Algjörlega, af því að líka sem þetta gerir náttúrulega en það myndar svona ákveðina sundrung milli hópa og sem er búin að vera kannski svona línan þegar ég spyr þessa spurningu kemur svona fyrir sem minnstur í podcastáttunum, það er þetta, þú veist, þessir hópar og þetta að dæma hinn hópin eða dæma, þetta skiptist í fylkingar og oftast er þetta ekki svona svart og hvítt eða eitthvað svoleiðis og það er líka oft dæmt að það bara fari beint í mannin sko, ekki í málefnið eða í rannsóknir. Oft á takmörkuðum upplýsingum. Já, á takmörkuðum upplýsingum. Og það færir okkur fjær hvort öðru en oft er þetta miklu flóknara heldur en annarkvort eða. Oft er þetta bara kannski bara bæði. Já, og já, það er svo mikið að falla síðan í þessu, þú veist, það er alltaf algengast sem að sér er að skipta heiminum í tvennt sko. Já. Og það er annarkvort þeir sem eru hérna meginn og þeir sem eru hinn meginn og svo er heimurinn yfirleitt bara normal hvoru dreifður sko. Og það er ekkert hægt að skipta honum í tvennt vegna þess að flestir er einhvers staðar hann í miðjunni en við tökum umræðan út frá einhverjum pólum já, en annars er ekki expert í rökræðum og Nei, en við erum það eru margir sem eru fljótur að dæma og setja hvort sem er bara þú veist, og setja inn á samskiptum einum þú talar sem er í rauninni gerur okkur rauninni ekki eins mannlega, þú veist ég myndi kannski vera að skrifa eitthvað um þig, ég myndi aldrei kannski þora ef ég myndi skrifa eitthvað um þig ég myndi aldrei kannski þora að segja það beint við þig. Nei, ég held að þetta sé holt spurning það sem við setjum frá okkur, myndur við segja þetta framan í fólk. Já. Bara á staðnum. Má hugsa það álum að fyrir að komandakerfi á Vísi, en ég var. Já. Ef þú getur veifað tvörflót og leist eitt vandamál í heiminum í dag, hvað væri það? Þetta er sára einföld spurning fyrir mig að svara. Því að ef ég ætti svona sprota, þá myndi ég veifa nú til að laga loftslagsbreytingar. Að ég held að það sé svona kristallega, það er svona kjarna vandamál hjá okkur. Og hefur verið náttúrulega nokkuð lengi en þú veist það væri frábært að geta núlstilt okkur nokkra áratugi aftur í tíman því að okkur veitir ekkert af því við erum komin á svona einhvern þröskuld
verulegra breytinga í okkar umhverfi sem eru ekki góðar. Það sem við myndum líka vilja gera er að gera jörðina þolnari fyrir áganginum. Við erum að nýta auðlindir jarðar umfram það sem hún þolir og þannig að ef við getum gert okkur þolnari fyrir okkar lifnaðarháttum, þá það heldur gott. En ef við gætum það ekki, þá væri flott að geta núllstilt aftur í tímann og breyta lögmálum hegðun, þannig að hvatar til lengri tíma hefðu jafn mikil áhrif á hegðun og hvatar til skemmri tíma. En eina af svona megin ástæðunum fyrir því að við erum að ströggla við kolefnislosun núna og er að það gengur okkur bara ekkert sérstaklega vel að láta móta okkur til skemmri tíma til að njóta ávinnings til lengri tíma. Så það er alveg frábært bara að hoppa út í bíl og keyra á kolefnisbúandi drekum um allan bæ og í rauninni bara þessi lifnaðarhættir nútímans eru þægilegir en þeir eru líka þannig að við erum að njóta ávinningsins strax en afleiðingana njótum við kannski eða verðum við ekki fyrir en tölvöld seinna og jável bara kannski börnin okkar. Þannig að við erum til dæmis með pólitískt kerfi þar sem að stjórnmálamenn sem grípa ákveð inn í ef að slík inngrip valda persónulegum óþægindum þá alveg mögulegt eða jável líklegt að þeir fá ekki endurnýjað umboð. Þannig að þá ertu út með svona eiginlega disincentive eða út með mótstaða hvata í öll okkar kerfi. Þannig að ef við getum sem mannskepnum balanserað betur langtíma afleiðingum það sem við gerum og skammtíma afleiðingum það myndi leysa reyndar alveg ógeðslega mörg önnur vandamál svona heilsufastengd og annað slíkt það er bara geggjað að drekka góðstrykkin eða að borða einhverju óhullustu og það hefur engin áhrif til skemmri tíma en það hefur áhrif til lengri tíma og það er í þeirri vinnu sem ég er núna, þeim bransa sem ég er núna, sem er bara matvörubransin, það er alveg ótrúlega skemmtileg, það er skemmtilegt að vita til þess, eða notalegt að vita til þess að í raun og veru, að við getum haft áhrif til góðs með því að svona stuðla að því að fólk velji heilbrigðari kosti. Við erum að gera alveg helling að því, erum við að gera nóg að því, nei, örugglega ekki, en það að velja heilbrigðari kosti það er langtíma valið svolítið. Algjörlega, og þetta er svo líka bara saman hvort lítur því að umhverfisvandinn virðist vera að bara loftslagsmál virðist vera fjarlæg okkur og við þurfum að fórna miklu í núverandi augnabliki til að græða því seinna meir sem við vitum ekki hvernig við græða því en þetta er bara saman svo talar bara með held ég líkilegin því að ná árangri í lífni sem okkur vilt ná árangri í Meina, þú vilt vera hollari, sófinni þægilegri en að fara í hlaupaskóna er erfiðara en þú verður sáttar eftir 3 tíma og þú verður næri markmiðunni að komast laugaveginn í daginn eða whatever. Þetta þekkir þú vel í þinni vinnu? Já, alveg klárlega sko. Þannig að ég held að þetta sé og tengi bara persónulega mikið við hann sko. Þannig ef við getum átt hennar sprota og þú ert kannski bara að nota hann dagstæli í vinnunni, fá fólk til að hugsa til lengri tíma og meta í rauninni afleiðingar gera sem til lengri tíma til við það sem er til skemmri tíma. Það væri bara ótrúlega það væri tárulaust sko. Það væri, hvernig myndi heimurinn vera maður? Öðruvísi. Já, myndi vera öðruvísi. Síðan spurningir. Ef þú mættir koma einu skilaboði á framfara út lífið til annar einslíka, hver er þessu skilaboð? Ég ætla bara, borðum bara betri mat. Já? Já. Hvað er betri matur? Það er örugglega afstætt vegna þess að betra þýðir bara, það er þetta er lýsingarorðið í einhverju stigveldi og þú veist, kannski sagt í gamni og alvöru, en bæði í gamni og alvöru, það er svona margþættur ávinningur á því að og talandum
venjur, þú veist, Venus á eitthvað eins og til dæmis bara hollari mat, þú veist, ávinningurinn margþættur, þú veist, við erum bara að falla því sem við setjum ofan í okkur og svo er hellingur ákvörðunum sem við tökum mataræði, það hafa áhrif á hvernig heimurinn lítur út. Þannig en hvað betri matur, það hlýtur að vera svolítið afstætt fyrir einhvern veginn svo mig sem er sólgin í sætind og annað slíkt, þá ætti ég kannski borða aðeins minni sykur. Já, það ágætisregla. Já. En það klálega, það mismunandi hvað hendar mismunandi fólki líka á hvernig súru matnum. Já. En þetta nú kannski bara að því að ég bara sérstaklega áhugasamur mat og verslun með matvæli þess dagana og hvernig hún mótast á næstu árum, hvernig hún þarf að mótast á næstu árum. Þannig að þess vegna ég nú að velta þessu fyrir mér. Þetta nú kannski ekki mikið dýpra en það. Nei. Hvernig verður verslun? Getur þú séð fyrir eftir einhver ár fram í tímann? Já, þetta nú $1 million spurningin. Hvernig verður verslun? Sko, verslun mun breytast smá saman. Hún mun í grundvallaratriðum ekki breytast mjög hratt, en það reyndar hvað hratt, þú veist. Ég held að eftir 3-4 ár þá verður verslun í grófum dráttum svipað hún í dag, það að segja megnið af því sem að við setjum í ískapin okkar fyrir út í búð og köpum sjálf. Hún mun hins vegar hverfast meira í kringum þægindi og einföldun á verslun og leiðangrinum. Við erum í dag að setja vörur, það of mörg handtök í kringum vörur, bæði af hálfu verslunarinnar og hálfu viðskiptavinarins. Við erum að taka vörur úr hillu, setja hann í körfu, taka hann upp úr körfu, setja hann á kassa, setja hann á kassa og hann í póka og svo út í bíl og inn í skap og svo framvegis. Að því markið sem að hægt að fækka þessum skrefum, þá það er vegferð sem verður farin, það er alveg hreinu og byrjað að fara hana. Við erum við erum komin langt í sjálfsafgreiðslu, við erum farin að vinna með lausnir þar sem að fólk afgreiði sig sjálft, jafnvel sleppi kassanum. Það verður mikið lagt upp úr svona auknum einfaldleika og þægindum, tímasparnaði, tilbúna lausnir og annað slíkt. Netverslun mun vaksa áfram fiskur hrygg. Sko í dag er prósenta maturverslun sem fyrir gegnum netverslun, hún mjög lág. Hún líklega undir 5% í dag og vel undir því hérna á Íslandi. Hún komin aðeins lengra annar staðar, en ekki á mörgum stöðum hún farin farin yfir 10%. Það hefur náttúrulega verið kjöraðstæður fyrir svona vöxt netverslunar á undanförnum 2 árum cirka bát og út af veirufaraldrinum, en það er alveg klárt mál að hlutfall þeirra sem versla matvöru í gegnum netverslun, það mun aukast og það mun aukast með bara breytingum á eftir því sem kynslóðunum vindur fram, en það mun líka aukast eftir því sem við náum utanum bara viðskiptamódel í kringum netverslun og hagkvæmni í kringum netverslun, sem að það er enn sem komið pínlítið snúið að í raun og veru láta enda mæta saman rekstrarlega þegar kemur að því að taka svona einhverju skilningi það verkefni sem að viðskiptavinurinn hefur haft með á höndum, sem í raun að tína úr hillum og setja henni korfu og fara með heim til sín, að hliðra því yfir á verslunina. Þetta er svona yfirfærsla sem tekur einhvern tíma, og ég sé fyrir mér að verslun framtíðin verði einhvers konar sambland af þessu, þar sem kannski svona einhver hluti af heimilisinköpum fari gegnum netverslunina og annar hluti fyrir gegnum það að fólk mæti búðina sjálft. Það er margir mjög gaman að því að versla, en síðan er svona önnur annar trend, ef við getum kallað það, ef við lítum í kringum okkur, bara hvernig þróun er það sem að við höfum einhverja staðreyndir þróunina betri heldur en hér, það vantar kannski aðeins upp á tölfræði og
á þessu markaði en hlutdeild matvöruverslana í neyslu fólks, hún heldur að svona, hún að fara niður á við og það sem kemur í staðin er sett undir hattinn fyrir eitthvað gróan hatt food away from home eða matur að heiman sem þá hlutur veitingastaða, mötuneita allskins tilbúna heimsendinga, jável matapakka og svo framvegis og þetta er vegferð sem við erum á líka hlutur matar að heiman að aukast og þannig að það er önnur breyting sem við sjáum og mun hafa heilmikil áhrif á verslun á næstu missurum og verslun þarf að bregðast við þessu með því að bjóða upp á þægilegri lausnir, með því að bjóða upp á kannski svona tilbúnari pakka og svona eitthvað sem einfalt og spara tíma fyrir fólk sem alltaf busy vegna þess að það vill ekki verja meira af þessum 1/3 hluta af vakandi tíma sem það ekki í vinnunni eða helmingnum af vakandi tíma sem það ekki í vinnunni í eitthvað annað heldur en matseld. Við höfum minni tíma fyrir matseld í dag heldur en fyrir 10 árum og fyrir 20 árum og svo framvegis. Gefum okkur minni tíma og krafan í þá átt. Og viljum kjósa þægilega en við getum gert það. Já. Með því að fara út eða með því að fá okkur tilbúð og svo framvegis. Já, það orðið bara almennara. Algjörlega og líka, þegar báðir aðalinni líka á vinnumarkanum. Algjörlega. Sem skapa bara það að vera meira samvinna þar. En þetta alveg óbúslega spennandi verkefni vegna þess að það sé hvernig verslunin bregst við þessu og hvernig verslunin þróast á næstu árum til þess að svona standa undir þessum breyttu væntingum og hvernig þegar þessar nýju kynslóðir kom inn með allt annað hugafar heldur en kynslóðirnar á undan. Og það er nú kannski ástæðan fyrir að maður er glaður með að fá að taka þátt í að vinna í fyrirtækjum svo hugum að því að hafa standa í svona ákveðnum geta staði í stafni í svona breytinga og haft heilmikil áhrif á hvernig verslunum þróast og við eigum mjög stóran og diggan hóp viðskiptavina sem að hjálpa okkur með þetta og okkar verkefni að mjög stórum hluta að hlusta á hvað vilja okkar viðskiptavinir og vinna svo að því að þjóna þeim þörfum. Algjörlega. Ég held að séum bara að vera góðir. Það ekki. Ég vil þakka þér bara kærlega fyrir að gefa tíma til að koma og spjalla og var gaman að fá þig og gangi þér áfram vel. Já, takk fyrir það. Gaman að fá að koma í heimsókn og tala kannski eitthvað aðeins annað en bara akkurat verkefni sem blasa við mann á skrifstofunni hverjum degi. Já, takk hérlega. Já, takk. Legðu þitt að mörgum til að